Velkomin í fyrsta þátt af vonandi mörgum í þáttinn Sósíalísk stjórnarandstaða. Þáttastjórnendur ég, Þórdís Bjarnlesdóttir og Unnur Rán Reynisdóttir, við köllum hana Rán. Og í dag ætlum við að ræða stefnuyfirlýsingu nýrrar ríkisstjórnar, Samfylkingar, Viðreisn og Flokks fólksins. Og við erum með Sönnu Magdalenu Mörtudóttir, borgarfulltrúa sósíalista, og Eyjólf Eyvindarsson, leikstjóri og tónlistarmann. Ég ætla bara að bjóða ykkur hjartalega velkomin í þættinn og byrja bara að spyrja ykkur. Hvernig líst ykkur á nýju ríkisstjórnina og stefnuyfirlýsinga hennar? Hefur þú byrjað svona? Já, ég byrja að segja að það er alltaf fagnaðarefni þegar Sjálfstæðisflokkurinn er ekki ríkisstjórn, þannig ég fagna því. Auðvitað hefði maður vilja sjá sósíalíska ríkisstjórn. Það sem ég finnst koma fram í þessari stefnuyfirlýsingu er að það er kannski ekki búið að útfæra nákvæmlega hvernig að vinna hlutina og hvernig að gera hlutina. Það er ýmislegt jákvæmt sem er nefnt, eins og til dæmis varðandi NPA, notendastýrða persónulega aðstoð, að það að fjármagna það, og þetta bara sem borgarfulltrúi að þá er þetta mál sem ég hef mikið verið að skoða, og það er einmitt bara ótækt að manneskjur sé að bíða eftir lögbundnum réttindum sem það eiga rétt á. Og það hefur verið svona fast í einhverju svona slagtogi, reiptogi á milli sveitarfélaga og ríkis. Þannig ég vona bara að leysist úr þessu. En þetta hver dagur sem að fólk bíður á eftir einhverju lögbundnum réttindum er bara, alltaf langt. En sko, ég er alveg búin að rýna þetta og strika undir, og það er talað í þessari stefnuyfirlýsingu að það eigi að grípa til aðgerða til að uppræta fátækt, og svo les maður í gegnum alla þessa punkta, og ef þú ætlar að vinna gegn fátækt þá þarfst að vinna gegn misskiptingu, þú þarfst að vinna gegn rót vandans, og við erum búin við ákveðið kerfi sem hefur leyft hátekjufólki að safna, auðurinn hefur safnast á farahendur, og það hefur bitnað á lág- og millitekjuhópum. Þannig að þú ætlar að vinna gegn fátækt, þá þarfst að vinna gegn misskiptingu, og þú þarfst að fara í skattkerfið til þess að ná þeim breytingum fram, og það er ekki að sjá í þessari stefnuyfirlýsingu. Þannig að mér finnst vanta gjörsamlega í rauninni alla svona nálgun út frá stétt, nálgun út frá ójöfni. Það er nefnt að einmitt lyfta greiðslum almannatrygginga til tekjulægri lífeyrisþega. Hvað þýðir það? Ætlar að hækka grunninn, ætlar að fara í einhverja plástra aðgerðir. Þannig það er auðvitað ýmislegt í þessu, en mér finnst svona kannski líka augljóst að þegar maður les þennan stjórnarsáttmála eða stefnuyfirlýsingu í samanburði við meirihlutasáttmála fyrir ríkisstjórna, að þá er ekki að sjá miklar áherslubreytingar í tekjuöflun, húsnæðismálum, utanríkismálum. Þetta er allt svona kannski sömu línurnar sem við höfum séð, og svona lokum svona einn annar stór punktur sem ég finnst áberandi er að við búum við gríðarlega mikla húsnæðiskrísu, og það er alveg augljóst að það verður að vera forgangsatriði þessar ríkisstjórnar að tryggja að við getum öll átt öruggt heimili. Og það er fjórði punkturinn, og þó það sé nefnt að það eigi að koma með bráðaaðgerðir og svona vinna með óhagnadrifnum félögum, að þá hefði ég persónulega vilja sjá bara svona nánari skýringu á hvernig þetta verður gert, og kannski fjalla meira það í kynningu þessara nýra ríkisstjórnar, og hún sé meðvituð hvað þetta er stórt mál sem verður bara að byrja strax á. Það verðist vera að svona misskipting og stéttskipting sé þessara ríkisstjórn kannski ekki mjög hugleikin. Hefur þú einhverjar hugleiðingar það, Eyjólfur? Sko, það er, eins og svona segir, það er, og þú líka, það kemur ekki fram en það myndi ég segja að þessi flokkar sem er að mynda þessi ríkisstjórn núna, já, þeim er þetta hugtök sem nota ekki. Almennt bara í daglegu tali er aldrei talað hvað kerfi við búum í, eða þessi stéttskipting eða annað. Þetta er þannig að það kemur á óvart ef að þau myndu koma með þessi hugtök inn í markaðshagkerfi, auðvald, verkamannastétt, millistétt og svo framvegis. Ég ætla bara að segja fyrst að það er, nú erum við með þessa stjórn, og ég samt er ennþá með mitt dauða atkvæði. Ég og 22.045 í viðbót.
En af því sem þess utan að þá myndi fólk segja já, þetta er skári kostun heldur en það sem er í stjórnarandstöðunni að lesa yfir og ég mæli með að fólk geri það, fari inn á stjórnarráð.is og skoði þetta stjórnarsáttmála þetta er kannski örlítið frábrugðið því sem að þú ert að segja svona sko en þetta er mjög almennt, það er ekkert að sjá hvaðan tekjurnar komið í þetta á að skuldsetja ríkis og ennþá meira, á að velta meiri kostnaði yfir á skattgreiðendur, almenna skattgreiðendur. Það er ekki talað nema kannski réttlát auðlindagjöld. Það er í númer 2, lið númer 2, varðandi sjálfbær nýting og réttlát auðlindagjöld, mótun auðlindastefnu. En annars ég veit ekki, sjá eitthvað stæðir í þessu. Og hvað eru réttlát auðlindagjöld? Þetta er svolítið loðið, það ekki? Það er það sem mér finnst svolítið einkennið hennar stjórnarsáttmála, að hann er mjög opinn fyrir túlkun. Það er eiginlega á flestum stöðum hvað sem við grípum niður í hann. Já, það er náttúrulega sko það er vitað, það er náttúrulega maður bara tala um það strax eftir kosningar að orkan mun fara í það að reyna að rétta af hallareksturinn, af því að ríkisstjórnin sem hefur verið síðustu kjörtímabil hefur bara fengið þetta að láni. Þeir hafa létt á auðmönnum og þeim sem eiga rauninni atvinnutækin og annað og velt hækka skattanum hver áramót á áfengi, tóbak og eldsneyti og núna síðast er að hækka rafmagn og annað. Þannig að ég veit það ekki sko, já það kemur fram sem að búin að tala um varðandi ESB að 2027, þannig að það hlýtur að vera þá eftir 2 ár að fyrsti liðurinn er einmitt þetta að ná stjórn á fjármálum ríkisins. Sko þau náttúrulega eru kannski ekki stjórnlaus en ég myndi segja orðalagið að ná stjórn að rétta af eða þú veist einhvern veginn skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta. Jú, það er, en ég er alveg sammála sko, það er náttúrulega eitt fyrir rekstur ríkisins en sko það sem að býtur fólki náttúrulega mest í landinu er náttúrulega húsnæði. Veist, og það er sem svolítið að tala og við tölum en ætli þessi stjórn hugsi þá eftir 2 ára þá verður bara ná tökum á fjármálum ríkisins að þá getur þau farið að hugsa að halda áfram aðildarviðræðum við ESB. Það kemur líka fram einhvers staðar að fá óháða erlenda aðila til þess að taka út stöðu efnahagsins og varðandi kosti galla erlends gjaldmiðils. Já, einmitt bara hagkerfið sem slíkt sko, af því að sko, jú, það er örugglega ýmislegt sniðugt í ESB en sko hagstjórnin er vandamálið. Það er alltaf verið það. Þannig að, þú veist, það er alltaf verið að kenna, ég held, já, eins og var talað um að fólk sem segir að króna sem vandamálið, það áttar sig ekki á að það er miklu meira heldur bara gjaldmiðillinn. Já, nákvæmlega. Það verður borið saman við til með Tékkland, þeir eru með sína krónu og það eru hagfræðingar sem hafa sagt af því þeir eru með eigin gjaldmiðil þá er það stuðpúði inn í hagkerfið og svo hefur við alltaf séð hvað hefur gerst sko eiginlega öll Suður-Evrópa, það heitir Suðvestur-Evrópa, Ítalía, Grikkland, Spán, Portúgal, þar var talað um að ekkert myndi hækka. Þeir myndu leggja niður drökmuna og líruna og pesetan og það, allt hækkaði þegar Evrópa kom. Þú veist, þannig að jók fátækt mjög mikið mitt í þessum löndum að því það sem áður kostaði 1 peso kostar 1 evru í dag sko. Já. Og það er svolítið mikill munur þannig sko. Það er líka einmitt sko, finnst mér svolítið blekking eins og í kosningabaráttunni og var gjarnan sagt sko að það var líka við sama niður á hvaða vandamál var komið að þá myndi Evrópusambandið bara laga þetta allt saman og evran. Og á meðan að ég upplifði þetta frá allt öðrum sjónarhorni og ég upplifði að sósíalismi geti lagað þetta og félagslegt réttlæti geti lagað nánast öll vandamál sem að hvort sem ég var að hitta bændur eða fólk sem var að leigja húsnæði eða í hvaða vanda svo sem fólk var.
þá er þetta bara allt annar sjónarhorn, sko. Sko fólki sem finnst markaðssamfélagið og að markaðan hafi forgang, finnst það allt í lagi, það finnst þetta kostur, sko. Og sama tíma, ég sjálfur hefði viljað bara fá að þjóðin hefði kosum þetta á sínum tíma, þetta hefði verið klára eitt skipti fyrir öll, eins og hefur gert í Noregi, í staðan fyrir að fresta þessu. En það líka hefur verið sagt með þetta með sko áframhaldandi samningaviðræður. Það er ykkur spáði að þetta verði bara hvort að Íslandi að fara í ESB eða ekki. Ég veit það ekki. Nei. Það sem ég veist líka samt alveg skýrt í þessum annars misútferðu punktum er að almenningur á að greiða fyrir samgönguúrbætur, þar sem að tala að innheimta veggjöld fyrir Sundabraut. Og veggjöld, þú veist, það er oft sett fram í einhverju svona sett fram hugtök til að reyna að draga upp jákvæða mynd af einhverju sem er ekkert svo jákvætt, eins og þetta hefur verið líka nefnt tafa og flýtigjöld á sér sem þetta greiða gjöld til þess að fá samgönguúrbætur fyrr en áætlað var, og þá hefur maður að fagna að maður sé að greiða meira, því eins og við sósíalistar sjáum þetta, þá hefur þetta eigum við lítið á að við ættum að greiða inn í sameiginlega sjóði eftir getu, og að þessi sameiginlega sjóðir eigi að vera nógu öflugir til þess að einmitt geta byggt vegi og brýr og að við getum haft góðar almenningssamgöngur, en sko einmitt til að ná stjórn á fjármálum ríkisins, það þarf væntanlega að hætta að gefa eftir tekjur þegar að skatturinn einmitt var lækkaður á hátekjufólk og stóreignafólk og stór fyrirtæki, og þú veist, það er bara ákveðin svona saga sem hefur átt sér stað sem sumir vilja ekki viðurkenna eða horfast í augu við, en þegar þú ert að sem sagt lækka skatta á þá sem eru aflögufærir, þá þetta bitnar það á almenning sem þarf þá að greiða hærra verð fyrir þjónustu sem er eðlileg, sem er grunn þjónusta. Þannig að það alveg skýrt í þessu er að almenningur hann á að fara að greiða fyrir ákveðna hluti, og náttúrulega sósíalistar stendur í stefnu okkar að við höfnum veggjöldum. Líka er svona veggjöld og veggtollar og úr að borga heilbrigðiskerfið og borga hitt og þetta er ekkert annað en óbeinir skattar. Þeim finnst allt í lagi einhvern veginn að bæta sköttum á okkur svoleiðis. En það má ekki hækka skatta sem þú borga beint af laununum, en við megum borga auka skatt einhvers staðar í eitthvað svona. Sem verður þá hlutfallslega hærri fyrir þeir sem að lægri hafa tekjurnar. Og mér finnst einmitt svona í ljósi þess til dæmis að ástandsinn sem hefur skapast á Seyðisfirði núna, það var fyrsta barnið að fæðast þar 30 ára eða eitthvað, út af því að þau komust ekki í burtu. Og þarna voru þau bara heppin að lenda ekki vandræðum með þessa fæðingu, á meðan að þessu fólki vantar klárlega göng og hefur vantað mjög lengi. Það er búið að fresta það með ekki. Jú, og það er náttúrulega, þau eru farin að þrá þetta mjög heitt, og þá kannski verður fólk tilbúnara til þess að borga af því að vöndunin er svo mikil. Það er bara búið að skemma kerfið, þetta svipað með kannski einkarekna heilbrigðisþjónustu. Ég reyna að nota eitthvað meira lýsandi orði vera eitthvað sem einkarekið. Arðsemisvædd þjónusta, arðsemisvædd, það er þá væntanlega ekki þjónusta, en já, smá svona sósíalíska pælingar í gangi þegar ég er að tala og mynda þessar setningar. Þetta er sósíalískur þáttur, þannig að endilega bara. Þetta er þátturinn til sósíalíska pælinga. Þú veist, það ætti í rauninni enginn að vera að græða, þú veist, á grunnþörfum. Og þá einmitt koma hægri menn og segja bara að vera kati til staðar í kerfinu til að bjóða upp á þjónustuna. En einmitt, við eigum bara að geta haft góða, öfluga, opinbera heilbrigðisþjónustu sem við getum öll leita til. Við eigum að geta haft góðar og öflugar almenningssamgöngur, og sko líka, bara svo ég tala eins sko að vernda náttúruna, bara hver er málsvari náttúrunar á þessu þingi. Það talaði sem sagt í opnunu orðum að sérstaklega verið hugað að íslenskri tungu, menningu og náttúru til að varðveita og styrkja sjálfsmynd þjóðar. Þannig það á að standa vörð sko náttúruna út af sjálfsmyndin okkar, en ekki út af því að bara náttúran er að skemmast út af aðgerðum stórfyrirtækja. Að sko ég setti spurningamerki bak við þetta, bara hver er talsmaður náttúrunar, sérstaklega þegar það talaði sko orkuöflun sem þýðir væntanlega að þessi ríkisstjórn lítur á þessi orkuskortur sem er alltaf bara bull eins og vorum að nefna hérna. Þú að vera að reyna að heila þú okkur undanferði misseri það að hér sé orkuskortur, og í þessum sáttmála þá kemur það viðhorf greinilega fram.
Mér finnst líka bara svolítið vanta þegar við erum að ræða virkjanir og orku, eitthvað svona, þú veist, það hlýtur með alla tækni sem til í heiminum að vera hægt að gera döðri sig en að fórna náttúrunni fyrir það. Virkja, forsa, læki, vindmyllur, allt svona, þú veist, það hlýtur að vera til eitthvað til þess að gera þetta náttúrulega án þess að þurfa að eyðileggja náttúruna. Bara minni virkjanir og svo náttúrulega þarf, þetta svona einhver fíll í herbygginu með þessi álver sem áttu að bjarga til þessu Austurlandi og áttu að bjarga og að ungt fólk myndir flikkjast að og fara að vinna og alveg bara þvílíkur uppgangur og hvað? Þessi fyrirtæki, náttúrulega enga fyrirtæki sem beinlega tengdu vopnaðinað meðal annars allavega hann á Reyðarfirði og síðan eru með eitthvað dótturfélag í útlöndum sem er skulda þannig að þeir borga ekkit samt eru það að fá bara lægsta heimsmarkaðsverð á raforku sem var lindamál. Má ekki til þess bara taka þessa umræðu, það þarf að taka hana, bara hvernig væri að slökkva á til þess bara, þetta gerist nú endanum sjálfur sér því að Straumsvík er það árið það úrelt sko, en 75% öllu rafmagn á Íslandi kemur eða fer í þessi 3 álver. Á meðan erum við að stórhækka orkuverð á frjálsum markaði nota bene sko, til dæmis grænmetisbænda og ættum við ekki að vilja hafa matvælaöryggi í landinu, ættum við ekki að vilja styrkja umhverfisvænan matvælaiðnað í stað þess að vera til dæmis að flytja inn grænmeti og eitthvað svoleiðis. Nei, við ætlum að hækka helsta kostnaðarliðin hjá þeim. Mér finnst þetta svo skakt gefið. Það er minnst á einu stað með raforku til garðyrkjubænda að það, man ekki hvernig orðalagi var sko, hvort það verið sanngjarnt eða lægra eða eitthvað svoleiðis en það er eins og þessi álver þau eru bara ekki hluti af menginu það er aldrei talað þetta ég meina Framsóknarflokkurinn einhverjum tímapunkti 1960 eða einhvern tímann 50-60 þetta átti bara að leysa allt átti að koma álver í hvern einasta fjörð. Það samum gagnaverin, við erum í rauninni, þó við séum ekki að flytja sko rafmagn sæstrengina, þá erum við í rauninni að gera það með því að flytja rafmagnið í þessi gagnaver sem að fara svo bara þessa sæstrengi. Þannig að það er náttúrulega líka stóriðnaður sko. En svo finnst mér samt við vera að byrja á rosalega röngum stað þegar við erum að tala við þurfum að afla meir orku og bla bla bla. Þetta eru markaðsöfnin sem tala. Byrjum á að laga flutningskerfið. Þegar búið að laga flutningskerfið þá er hægt að meta það hvort okkur vanti orku. Á meðan flutningskerfið er handónýtt að þá getur við virkjað en það mun aldrei ná til Vestfjarða og það mun aldrei ná þar sem það er ekki og á stöðum sem það er að detta inn og út af því að flutningskerfið er lélegt. Byrjum þarna, metum svo þörfin. Það hefur verið notað sem afsökundum þess að átt að virkja á ströndum. Já. Af því að raforku öryggi var ekki, okkur er þetta ekki bara eitt net og okkur er þetta ekki, af því að sko almanna framkvæmdir eins og samgöngur og orkuflutningar, rafmagnsflutningar, það var bara eitthvað sem að við hendum í þetta einhverju, við leggjum bara veginn, bara meðfram sjónum og reysum þessum östur og svo gerum við ekki neitt meir, svo bara lámas viðhald. En við þurfum að hafa í huga að það sem virðist vera óstöðvandi uppspretta orku, það getur breyst. Við vitum ekki hvað náttúran gerir. Ísland er eldfjallaeyja og þetta er með yngsta land í heiminum en það getur alveg breyst. Við sjáum bara hvernig eldsræringar, nú talaðum það er byrjað þetta nýtt tímabil á Reykjanesi, það er eitthvað að líka gerast á Snæfellsnesi. Það hefur áhrif á jarðvarma bara eins og jarðskjálftinn, Suðurlandsskjálftinn sem kom, það breytti til dæmis bara að því að Hveragerði til dæmis það er á 2 lághita og háhita svæðið og það færist til. Það getur vel verið allt í einu að vatnsstaðan minnkaði. Var það ekki eitthvað mál fyrir nokkur mál á Landsvirkjun og það var ekki nóg mikið vatn í lónunum hjá þeim. Og líka það að sko að koma fram við auðlindir eins og þær séu bara óþverrandi. Að það er náttúrulega mjög hrókafullt. Það er þessu, og hvar hættir okkur að standa á sama sko komandi, er það börnin okkar, barnabörnin eða, við þurfum að reyna að skila búinu helst í betra ástandi og það erum við alls ekki að gera sko. Við erum bara að ganga allt og hratt
á landinu. Já, það er eins og náttúrulega sé bara óþverandi og bara gefa okkur endalaust. Endan, ef þetta heldur áfram sem horfir, þá mun náttúrulega losa sig við okkur. Þetta er náttúrulega það sem kapitalismin gerir, að hann sér einhverja auðlind og bara ryksugar hana upp og fer síðan bara næsta stað þegar hann er búin að ná allt upp úr henni sem að hagnast. Tyggir og spýtir síðan út. Þannig að mér er líka mjög mikilvægt að öll svona uppbygging hún verður að vera samfélagslegum forsendum, að sé þá vera að fara í þetta ef það er nauðsynlegt bara fyrir samfélagið og en ekki sko að sé vera að byggja upp út frá kröfum stórfyrirtækja sem að einmitt er að leitast við að græða á þessu. Og sko eitt samt sem ég finnst athyglisvert bara fyrir þau sem kannski vita ekki, bara þegar að vera að tala að bæta sko flutningskerfi, ég held að sé fullt af fólki sem kannski er ekki alveg meðvitað nákvæmlega bara hvernig þetta virkar, þannig að væri alveg áhugavert og við getum kannski aðeins farið svona ofan í það, af því þú veist, ég held að það er ekkert eitthvað búið að vera kannski djúp umræða þetta, bara hvað felst nákvæmlega í því að bæta flutningskerfið. Á raforku, já. Það er til dæmis bara, þú veist, staurarnir sem haldi upp raforkulínunum, þeir eru mjög margir orðin bara grotnir, þannig að það kemur vindkviða og þeir brotna. Já, eða óveður eða eitthvað, þú veist. Og línuna ná heldur ekki þangar sem það þarf að vera, það kannski þyrfti jafnvel að fjölga línum á sumsvæði og svona, og þar sem hægt er að setja það í jörðu. Og þegar það kemur svo upp einmitt rafmagnsleysi, að þá er því klínt á þennan orkuskort í staðan fyrir að ræða einmitt nákvæmlega þennan punkt. Beina því til hagsmuni markaðarins en ekki almennings. Akkurat. Ég meina, þarna háspennu mösturinn þessi, þú veist, ég átti samtal, það er kunningi minn sem er vinnu við rafmagn í 20 metra hæð þetta og hafa farið upp í háspennu. Og við spurum með mitt, á hverju var þetta ekki sett í jörðu bara til að byrja með, þannig að bara kostnaðurinn var talin á mikill. Sko, það er alltaf kostnað við að reka samfélag, það er alltaf kostnað við innviði, en sko, þarna, þetta má ekki, það má aldrei kosta neitt, sko. Nei, og svo líka, við fengum alveg að finna fyrir því á Suðurnesjunum til dæmis engavæðingunni á þessu, á HS Orku, sem að bara borgar sér út arð eins og ég veit ekki hvað, sko, bara enginn morgundagurinn og hunsar allar viðvörunarbjöllur, búin að vita í fjöldamarg ári, já, það geti gósið yfir þetta og þetta geti allt farið í rugl og hvað gerist? Þetta gerist það og ekki það að ég upplýði sjálfa mig í Reykjanesbæ sem svona þetta var forréttindavesen að missa heita vatni sko miðað við Grindvíkinga. En þetta er náttúrulega bara á einkavæðingunni, á því að hunsa það að einkafyrirtæki geri ekkert í málum, hvort sem það er HS Orka eða Bláa lónið og láta svo almenning borga brúsan og á meðan þau eru að borga sér milljandi arð. Mér finnst í rauninni hræðilegt að samfélagið sé komið á þann stað að það þykir eðlilegt að þú veist enga fyrirtæki geti komið inn í að veita þjónustu og fá eitthvað fyrir sinn snúð eða þú veist græða á því að sinna bara grunnþjónustu eða mikilvægri þjónustu, en leið og maður nefnir sko félagslega uppbyggingu að þá er maður skrýtna konan í herbygginu sko, það er nána skammarið bara á hið opinbera byggja húsnæði fyrir fólk, en athyglisvert, það sem fyrir ríkisstjórn var að gera var að byggja blokkir fyrir hermenn sem eru á það komnir. Ég meina ég held að það hefði nú pottet verið hefðu opinbera sem var til í að græja húsnæði fyrir það. Það er öryggi landsins og það eru varnir landsins. Það er ekki saman hvort þú sért Jón eða séra Jón. Einmitt, og þú veist, mér finnst þetta bara svo athyglisvert að því húsnæðismálin eru bara stór partur þú veist, að þetta er, þau tala um sko bráðaaðgerðir til að fjölga íbúðum hratt, flott, einmitt, sósíalistar töluðu meðal annars um það, en það sem sósíalistar töluðu var að vera með svona langtíma stefnu sem er byggð á félagslegum grunni og húsnæði sé byggt upp á félagslegum forsendum. Og hvað því það? Það er náttúrulega fjarlæga þess aðila sem leitast við að bara hagnast á uppbyggingunni og þau tala sko, þú veist, breytta reglur fyrir Airbnb, ætla að breyta atvinnuhúsnæði íbúðir, þú veist, jú, stundum er bara fínasta húsnæði sem er alveg hægt að aðlaga þannig að verði hendið til búsetu, en þú veist, það er ástæða fyrir atvinnuhúsnæði er atvinnuhúsnæði, það er ekki hannað með búsetu í huga, hvað var þar bara skipulag. Þetta er líka svona litlir plástrar sko, en ekki að hugsa þetta í einhverju stóru samhengi, það sem er gert viðsvegar annars, það er það sem að
það ekki einhver svona stimpill að vera í félagslegu húsnæði, heldur það bara alveg eðlilegt að það sé ekki hagnaðardrifið að vera með húsnæði. Mér langar bara áður en að lengra haldið, þá langar bara að segja hverjir eru í þessum þætti sósíalísk stjórnarandstaða og gestir þættinir eru Sanna Magdalena og Eyjólfur Eyvindarsson og við sem erum að stjórna þættunum, það er Rán og Þórdís. Okkur finnst þetta svo athyglisvert að það þarf örugglega að henda fyrir hana út í kvöld en sko líka, Anna, ríkislóðir verða nýttar til uppbyggingar og þá þetta spyrir maður sig hver verður uppbyggingar aðilinn, þú veist, eru verktakar að fara að þróa og skipuleggja og annað líka, því ég kem náttúrulega úr sveitarstjórnarmálum, er að borgin og fleiri sveitarfélög eru farin að treysta á byggingaréttargjöld, það er að segja að selja lóð til hæstbjóðanda eða selja á föstu verði, er rauninni leyfi til þess að geta byggt upp húsnæði og ég meina auðvitað er bara mjög líklegt að það skili sér út í hærra íbúðaverði, þannig að þetta er auðvitað eitt sem þarf að skoða líka, en ég hef líka áhyggjur af það er verið að tala með einfalda regluverk í mannvirkja og skipulagsmálum og ég meina við höfum alltaf bara séð dæmi, þú veist, eins og Englandi og svona, það má ekki bitna gæði húsnæðis, það verða að vera eitthvað svona viðmið gæði húsnæðis, þetta er kannski eitthvað sem mætti skoða þarna en já, en líka hvað þýðir það að einfalda regluverk, sko, þetta kemur á nokkur stöðum fram í þessu stjórnarsáttmála að draga úr skriffin, sko, minnka regluverk. Er það bara, sko, náttúrulega, hvað var það, þróunarstofnun byggingariðnaðarins og þetta var, og þau segja líka að sameina stofnanir til að spara peninga, það var lagt niður, og var sameina hús- og mannvirkjastofnun og eitthvað svona. Hvað kom út af því? Jú, allt í einu mikla í bara, þú veist, annarkværi opinberri byggingu. Þetta voru stofnanir sem voru búna til þess að fylgjast með að koma í veg fyrir þessar hluti. Þegar það er sameinað og það minni peningur í það, þá býður það hættinu heim. Þannig að mér finnst að taka mig fyrir var að þegar verið að segja, sko, einfalda, sko, það er ástæði, eitt er náttúrulega bara, sko, skriffinska, þú veist, þarna getur staðið við fyrir einhverju, en regluverk er náttúrulega búið til þess að, eins og þú segir að húsnæði sem er byggt að það bara standi uppi og þú veist að það, fólk sem búið þar að það sé ekki í hættu og þú veist að kveikni ekki í því og svona eins og þetta hvað var að Grínfeld þarna táis sem notaði eitthvað efni sem til að halda niður kostnaði. Af því að það er líka, sko, talað að greinin eftir með atvinnustefni númer 5 auka framleiðni, heilbrigður vinnumarkaður, taka fast á félagslegum undirútboðum, eftirlit með starfsmannalegum. Ég meina, er það ekki regluverk og innleiða keðjuábyrgð, þetta hljómar alveg frábærlega, efla heimildir til vinnustaðaeftirlits og lögfesta skýrari refsi ákvæði vegna vinnumannsals. Sko, er það ekki það sem Akkurat, það er eins og við ætlum að fara aftur á bak með sko, húsnæði en þar sem að við erum komin í ógöngur sko, varðandi vinnumannsal og slíkt að þá ætlum við að fara áfram. Þetta er náttúrulega, þú veist, þetta sýnir sér líka í grænu byggingunni, ég hlusta á þig í einhverjum þætti, einmitt þar sem að virtist vera að út af því að var ekkert svona fast eftirlit, það var bara byggingaraðalanir sjálfir eða verktakanir að fylgjast með sjálfum sér. Fyrirtækin ráða þessu sjálf, það er svolítið þessna sem er komin á þannig stað líka. Þannig að, og hvort sem það er einmitt, það er lífsgæði að geta horta á eitthvað annað heldur en einhvern vegg, sko, að fá eitthvað sólarljósin til sín og smá útsýn eða eitthvað, eða einmitt heilbrigðismál eins og miklu eða bara hvort loftgæði hvort húsnæði standa af sér jarðskjálfta og svo framvegis að og gera ráð fyrir fjölbreytileika líka að því sumir eru bara eitthvað af hverju þarf að vera aðgengi á svona mörgum íbúðum. Ég meina það má alveg setja kröfu að þau sem að nota hjólastól geti farið inn í sem flestar íbúður. Að sjálfsögðu. Mér finnst það rosalega leiðilegt. Ég var einmitt að bjóða heim til mín daginn og það bara er hjólastól aðgengi hjá þér. Og það vill svo til að ég býja fyrst að þessu bara eitthvað, já, ef ég byggja upp á næsta þá
væri allavega vesen fyrir viðkomandi að koma í heimsókn til mín. Það er hérna í 9. liðinum í stjórnarsáttmálanum þessum að það stendur einmitt stofnaði verið aðgengis- og aðlögunarsjóður til að styrkja fatlað fólk til breytinga á húsnæði. Eftir að búa einfalda byggingareglugerðir og leyfa sér takmarkandi húsnæði. Já. Þetta finnst mér ekki lofa mjög góðu, sko. Þetta er svona, bara verður pínur svona skeri sérstaklega því að þegar við vorum í London og hlustuðum á fyrirlestur afleiðingar af slíku og þá er maður ennþá meira svona meðvitar hvað þetta er bara stórhættulegt, sko. Veist, það er ýmislegt svo sem jákvættina líka í þessari sumugrein þá stendur sko að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og fjármagna þann fjölda samninga notendastýrið þar sem þú vorst að nefna NBA. En já, sko er ekki frekar stutt síðan að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var innleiddur hérna? Það er bara nýskeið. En það er vinna í gangi núna með samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Og þar eru þeir svolítið að skilgreina, sko, hvað eru réttindi og hver þörfin er og þeir vilja svona einfalda hugtaki hvað föllun er. Og þetta eru þeir náttúrulega til þess að reyna að spara inn í kerfinu og það sé ekki vera að henda peningum í einhverjum sem eru kannski með þykistu fallanir eða eitthvað. Ég veit ekki hvernig þessi skilgreining mun koma út, en þú veist, þetta er pínlítið skeri og svo munu þeir sko takmarka þjónustuna með að við sko hvað þarf mikla þjónustu í klukkutímum. Allt orðið eitthvað svona mælanlegt sem er hægt að setja í Excel-skjal og reikna út bara mannlega tilvist. Ég man ekki alveg hver lágmarkið er, en svona ég fór að hugsa svona, að því að fatlað fólk er stolt fólk, vill gera eins mikið og það getur og það gerur oftast meira en það getur til þess að geta verið svona sjálfstæður, en þar kannski svona einhverja lágmarksþjónustu eins og einhver komi og þrífi heima hjá þeim með eitthvað svona. Ef þú ætlar að setja eitthvað svona lágmark, verður það ekki þá bara til þess að fatlaði til þess að fá þessa lágmarksþjónustu sem maður þarf? Fari bara að gera minna. Mér finnst oft þegar verið að gera eitthvað svona að það gleymist takina mannlega þátt inn í. Já, kerfið gleymir því ofta að við séum bara einmitt manneskjur og ekki öll í einhverjum kössum, sko. Já, við erum ekki alveg Excel-skjal, sko. Og talandi kerfið, að þá sko, þá að stöðva strax kjaragliðnin launa og lífeyris. Og það er náttúrulega bara, þú veist, gott og hefur lengi verið kallað eftir því að því ég held að þetta sé bara lagalega að það verða að gera þetta. Þá er í rauninni, þegar það kemur að hækkunum, að þá sé það sem sagt þeir að tala að það verði þá miða við launavísitölu eða verðlag, en ekki sem sagt ákveðna prósentuhækkun sem Alþingi styðst við. En á sama tíma hugsa maður þá þarf þetta að hækka grunninn, af því við vitum að grunnurinn er bara einhver mjög lágtala, þetta mismunandi eftir búsetuformi og slíkt. En sko, og þá stendur í niðurlagi þessa liðinu nummer 8 að það veri gripið til frekari aðgerða til að bæta grunnframfærslu tekjulára lífeyrisþega. Þannig að þau ætla sko, og svo ætla að tryggja sjálfstæða afkomu öryrkja, eru þau að segja mér í mörgum orðum að þau ætla að hækka þennan lífeyri, grunninn, eða eru þau að nota mörg orð til að komast fram hjá því að hækka grunninn? Þetta er bara rosalega svona byttu. Skiljið þið þetta? Það stendur sko, setning nr. 2 í liðnum 8, ríkisstjórnin mun hækka örorku og lífeyri. Ég meina það stendur hækka til samræmis og hækku launavísitölu en aldrei minni verðlag. En það er ekki að hækka grunninn, það er rauninni bara, þú veist, þegar þú ert að fara í þessa svona árlega, að þetta tekur gildi held ég upphafi nýs árs. Ég held að það hefur verið 3,6%. Janúar 3,5% í mannúki, hvað þessi vísitala heitir þegar þeir eru að fara eftir. En ef grunnurinn er lágur til þess að byrja með, þú veist, það er ekki líka að hækka hann? Jú, það er bara algjör nauðsyninn á því, sko. Já, nákvæmlega. Fyrst það er til samræmis að þá, það er ekki verið að minnka bilið þá. Ef það er bara... En samt á stíga stór skref til að uppræta fátækt. Já, og tryggja afkomu öryrkja. Já. Innleiðingu nýju örorkulífeyriskerfi. Já. Það þyrfti náttúrulega eins og mörgum öðrum stöðum eitthvað meira þetta, eitthvað meira kjöt á beinin af því að þetta gefur okkur svo lítið, þetta svona sefar okkur. En
En ég samt engu nær. Hvað að fara að gerast? Og á þetta örorkulífeyriskerfi að innlega starfsgetumat sem við höfum náttúrulega bara séð að hefur hræðilegar afleiðingar í för með sér, sko, þar sem að vera að meta einmitt út frá einhverju svona tölu, hversu mikið þú getur unnið, en auðvitað vitum við bara að það breytilegt eftir dögum hvernig fólk sér fyrir sér að geta unnið eitthvað ef það treystir sér til þess. Þannig að það er líka orðið mjög skaðilegt ef það á ekki að taka fyrir starfsgetumatið, sko. Þetta svona, finnst mér, sko, nú hefur Inga talað gegn þessu starfsgetumati. Þannig að er hún að fara að standa við það eða var ríkisstjórnarsamstarfi meira virði og hún var tilbúin að gefa það eftir. Mér finnst þeir eru ekki að segja það þannig hvert þeir ætla að fara, sko. Nei, það væri gaman að fá inn í þessu einmitt svona svar við svona stórum spurningum eins og slíku. Já. Af því þetta snýst líka bara sko, við vitum það kannski að við höfum með dottið út af vinnumarkaði eða eitthvað, þú veist, og að geta fara aðeins út að vinna og hitta fólk og gera það sem að þú brennur fyrir eða er kannski partur af sjálfsmyndinni eða við erum ekki að hjálpa öryrkjum að einangraða heima hjá sér. Nei, það lyftir andanum svo mikið, sko, og sjálfsverðingunni. Já. Þannig að þetta er allt svona rosalega loðið. Það er ekkert eitthvað að segja við ætlum að gera svona og við ætlum að gera það svona, heldur er þetta bara eitthvað svona. Ég vil samt ætla Ingu það að hafa kannski bein í nefnu fyrir þetta, þó að svo var nú annað mál sem að koma fréttum daginn varðandi sölun á Íslandsbanka. Það er alltaf spurning hvað kostar ríkisstjórnarsamstarfið í svona prinsipum. Fylgdustu með því eitthvað? Já, var það ekki að, sko, hún var búin að mótmæla sölunni, var það ekki stóð eða flokkur fólksins, flokkurinn hennar. Það var stór orð það. Já, og núna hvað virðist verið lagi eða hvað, ég skil ekki alveg hvað er í gangi. Ég held hún sé að meina að fyrir ríkisstjórn hafi bundið þau dálítið, eða er ég mögulega að rugla saman málum? Nei, sem sagt, þú veist, hún sagði, skilur, já, þú veist, auðvitað bara stöndum við bak við þetta, enda eru hendur okkar dálítið bundnar, það var búið ákvað að fara í þessu sölu. Já. Ég vil ekki fullyrða ef ég mögulega að rugla þessu saman við eitthvað annað mál. Já, svo treystur hún Þorgerði Katrínu til þess að hún gerir þetta þá rétt. En sko, almenningur, það kom náttúrulega í könnunum að 2021, það voru 2 kannanir gerðar hana, ein í janúar og önnur í febrúar 2021, þar sem kom fram bara meiri hluti landsmanna vildi ekki selja bankan. Og og svo fer þessi fyrrverandi ríkisstjórn alltaf í það og þessi núverandi alltaf halda það áfram. Það kom þarna fram hjá fjármálaráðherra sem er utan þings sem tilkynnti það þarna í Silfrinu í einhverjum þætti og þú veist, þetta er auðvitað ekkert annað en einhvervæðing og þannig að það er bara athyglisvert að fylgjast með flokki fólksins hvernig þau voru sko mjög ákveðnum málum eins og móti borgarlínu og samgöngusáttmála, bókun 35, sölu Íslandsbanka, en núna eru þau bara til í þetta. Ef ég skil þetta ég bara byrja strax í vor, salan restinni. Já. En nú erum við, af því að við erum á sósíalísku nótunum og að ræða þetta og það náttúrulega kemur inn á hagstjórnina og allt svoleiðis. Hvað, af hverju sjáum við ekki bara samfélagsbanka í kortunum? Já, það er allan ekkert svoleiðis slíkt í... Ég gerði mér ekkert háar vonir, sko. Ég er með alls konar útópískar hugmyndir hvað verður hægt að gera samt. Ég meina, Bjarni Ben einhvern tímann nefndi það hvenær þetta snemma í ferðinu löngu án allt þetta fór í gang, sko, sem að svona bara, já, einmitt Sjálfstæðisflokkurinn að fara að breyta, hvað var það ekki Landsbankanum í Samfélagsbanka. Því var ekki bara eitthvað sem var sagt til þess að svona að milda, þú veist, álitið áður en að síðan þetta var bara yfir nótt eitthvað fyllir í með eitthvað exaskjal og hringi vini og kunningi á pappa sinn og þú veist, eða hvernig sem þetta var og bara eitthvað fúsk, sko. Það er ekkit
ekkert það hér, sko. Það eins og það sé ekki sýndar neina svona raunveruleg viðbröð við því til dæmis að bæta lánakerfið á Íslandi eða bankaumhverfið að nokkur leyti sem að við gætum alveg gert með þessum breytingum til dæmis. Það er líka þegar við erum að tala banka. Þá stendur hvergi þessi bankaskattur sem að Inga hefur talað svo mikið Nei, það er eitthvað fjármálakerfið hérna í þessu? Nei. Stöðuleikan Já, þeir eru alltaf ná stöðuleika en á óljósan máta. Þannig að af því að við vorum bara að fara svona yfir þetta og við getum kannski bara farið eitthvað lengra og láta ykkur dreyma, sko. Já. Það var eitthvað varðandi heilbrigt atvinnulíf, samkeppniseftirlit, tíunda liðinum, sko. Öflur neytendavernd, rekstrarskilum, hagstæðum rekstrarskilum fyrirtækja. En maður skjóti inn í að því þau ætla að ná, sko, ég hef heyrt þau tala að sameina mögulegar stofnanir til þess að ná fram sparnaði, hagræðingu, niðurskurði, hvað sem við viljum nota. En sko, samt ætla að vera með öflugt samkeppniseftirlit og það er í 10. liðnum öflur neytendavernd, sterkur samkeppniseftirliti. Svona því nú valla með því að sameina stofnanir nema það ætla að sameina allt aðrar. Samt sko bara, ég man þegar ég var að svona eitthvað skúra og hlustaðar kynna þetta, bara ekki hækka einasta skatt. Sko. Nei, það er ekki það sem við tala En sagan segir okkur með að sameina stofnanir. Það er gert eða þess að veikja stofnanir. Þannig að ég næ ekki alveg að sameiningin nema þeir séu með einhverja aðra útfærslu sem mun ekki veikja þessar stofnanir, hver veit. En það er allan kemur ekkit fram það, sko. Nei, það er alveg rétt. Það er ekkit það. Og svo eru sko hugtök í þessu sem koma fram það sem talaði eins og í 14. lið, sko, það talaði fjárfestingu. Með fjárfestingu sem styrkir stóðu heilbrigðis og öldrunarþjónustu. Sko fjárfesting, það er aldrei talað fjárfestingu að hálfu ríkisins nema þess að beina að kaupa eitthvað af einkaaðila. Það er fjárveitingar frá ríkinu. Það hljómar eins og þið voru að tala virðist fyrir kosningar einkarekstur en ekki einkavæðing, sko. Það eru nokkur stöðum það sem tala fjárfestingu. Það hljóma bara eins og fjárfesting. Hljómar ekki eins og neitt annað. Einmitt, þú veist, að vera að rugla í þessum hugtökum, auðvitað er þetta bara sami hluturinn, sko. Einkavinnavæðing. Fjölbreytt rekstrarform. Já. Akkurat. Sett fram sem eitthvað svona jákvætt, bara fjölbreytt. Fýlum við gætt fjölbreytni. Þú veist, það er alls konar svona hugtök sem við þurfum bara að vera duglega, þú veist, benda á hvað raunverulega meina. Eins og hérna er verið að meina væntanlega enga fyrirtæki eiga líka að sjá að bjóða upp á heilbrigðisþjónustu. Það er það sem þetta væntanlega þýðir í þessu samhengi. Ég held að setja alveg verkefni sósíalista bara svona afrugla hugtaknotkun og orðanotkun og setja hlutina fram eins og þau raunverulega eru. Og eins og líka þetta rugl með Viðreisn sé einhver miðjuflokkur. Þú veist, það þarf að koma skýrt fram bara hvað þau standa fyrir. Og náttúrulega slagorðið er að í upphafi var sko vinstri velferð, hægri hagstjórn. Ég meina að þú nærð ekki velferð fram með hægri áherslum. Það er bara þannig, sko. Já, það passar ekkert saman. Nei, sko, þegar þessi flokkur, þetta verður til og klífis út í sjálfstæðisflokknum, þá hétt þetta fyrst nýji sjálfstæðisflokkurinn. Einmitt. Það var þá, eins og ég skildi þetta, ég veit ekki, að þeir sem vildu fara í ESB fóru þangað. Svo lítið það alltaf betur út. Það er komið, þú veist, eitthvað nýjar umbúðir eða eitthvað. Ég er svona ekki alveg, ég skil þess ekki alveg, sko, það er líka eins og í 11. liðnum þá er talað auðlindagjald fyrir aðgang ferðamanna á náttúruperlum Íslands. Það er gott að blessa, en okkur talað auðlindagjald. Auðlindagjald er það sem við hefum notað varandi auðlindir eins og fiskimiðin. Sko, er það ekki aðgangsgjald eða eitthvað svoleiðis? Og meðan unni útfærslu verða innhent komugjöld. Það er þá væntanlega komugjöld til landsins. Já. En er það ekki það bara einfaldara heldur en að, sko, okkur er talað auðlindagjald? Ég hef talað að það var einfaldast og þegar það til dæmis talað auðlindagjald varðandi sjávarútvegin og þá ætti það líka gilda bara varðandi landi sjálft og orku og slíkt, að þá erum við að viðurkenna einhvern veginn að einhverju einkaaðilar eigi þetta. Við erum að viðurkenna þá að einhverju einkaaðilar eigi fiskimiðin eða eitthvað slíkt. Í staðan fyrir að breyta kerfunum ef þetta er orðin skattur eða eitthvað svona innkoma til þeirra af þeirra eign
Er ekki bara eðligalegt að orkan okkur auðlindir séu í eigu ríkisins? Ég næ ekki að halda utan svona hugsanir að einhver einn aðili eða eitthvað enga fyrirtæki eigi auðlindirnar okkur. Ég bara... Nei. Hver er datt svona brjálaði í hug? Þetta er, Ísland er náttúrulega eitthvað litið mjög líkt Bandaríkjunum og stundum hefur mér dottið í hug, Chile, það sem búið einkavæða 90% af öllu og það er aðalega Bandaríkjamenn sem eiga það. Ég skal ekki segja að það sé svoleiðis hér, orkan og það er eign sveitarfélagana og Landsvirkjun, en hvaða hagsmunum eru þau að þjóna í rauninni? Það er, þegar kemur fyrirtæki og segir, við erum með bindi og hressar á því og sjáum möguleika á að græða og þá var alltaf bara fyrirgjörslu pólitík og bara síðan kemur regluverkið eftir það, þannig að ég sé pólitík minn. Og svo er þetta matreitt einhvern veginn ofan í okkur eins og það verði rosa gott fyrir samfélagið eða eitthvað slíkt og þetta endar alltaf bara í vasanum hjá einhverjum einum, sem á miklu meira nóg fyrir, Svo varðandi samt ferðamanna iðnaðinn og umhverfið og orkuna og allt saman. Þegar við vorum á ferð Suðurkjördæmi þá fengum við svona eina af þessum útópísku hugmyndum sem ég reyndar hef alveg talað fyrir áður. Það er að það sé bara ókeypis í almenningssamgöngur á Íslandi. Og almenningssamgöngur séu eðlilega þægilegar í notkun. Hér eru til dæmis bílaleigur að flytja inn þvílíkt magn af bifreiðum og fá skattafyrirgreiðslu fyrir það og alls þar sem við komum, þetta var í nóvember, það voru troðfull bílastæði við allar náttúruperlur. Af hverju erum við ekki beina þá ferðafólki í það að nýta bara, þau fara bara með rútu og skoða þetta og það er auðvelt að ferðast með rútu og minnka álægð á vegakerfið, minnka þá viðhaldið og minnka einmitt þennan, taka tilbaka þetta orkuskortsrugl og við þurfum ekki alltaf þessa bíla og gera það ákjásanlegt að nýta almenningssamgöngur á Íslandi. Það var að vera að gera okkur það erfitt fyrir. Það er eitt jákvætt hérna í þessu 11. liði, það stendur einmitt byrjar á því að með því að stuðla verðmætasköpun, öryggi og álagsstýringu í ferðaþjónustu. Álagsstýring, það er þetta. Þú veist, það þarf að gera það. Meiri segja lönd íhaldssöm eins og Bandaríkin og annað. Þau á löngu búin átt að sjá því að þjóðgarðar, eins og þingvellir, það er bara ákveð mikið magna fólki sem kemst þarna inn í gegn og það er með þetta sem þú ert að segja bara, það er ekki á einkabílum. Já. Punktur. Ég er hætt að stoppa þegar ég fer austur til dæmis Kirkjubæjarklaustur eða eitthvað. Ég er hætt að stoppa á öllum þessum stöðum. Ég er ekki búin að sýna yngstu börnunum mínum þetta út af því að bara, það kostar, það er eitthvað einkafyrirtæki sem rukkar fyrir bílastæðana og það er ekki hægt að fá einu sinni bílastæðana því það er svo mikið af fólki og mér finnst það að koma niður á svo mörgum stöðum þar sem við gætum verið að gera betur. Það líka bara eins og strætó, það fer eitt strætó á dag, Austurhöfn, sem að hann fer klukkan 1, skilur, og krakkar sem að búa til dæmis á Kirkjubæjarklaustri, þeir eru yfirleitt í skóla á Suðurlandi, fjölbrautaskóli Suðurlands eða eitthvað starf í Reykjavík. Strætón fer svo snemma að þeir geta ekki nýtt sér hann til þess að komast heim. Og það er dýrar að taka heldur með kæra. Og svo öfugt, fer hann svo snemma á sunnudegi frá Kirkjubæjarklaustri eða eitthvað tíma bara í hádeginu að þau ná ekki að borða hádegismat heima með foreldri sínum að þau þurfa að vera á Laugardalsstað. Svo kostnaðurinn af þessu er náttúrulega bara gríðarlegur, Bara ein ferð til dæmis á Kirkjubæjarklaustri með strætó, það er ódýrar að kaupa bensín báða ferðir á bílinn. Skilur, þetta er náttúrulega, og líka það væri náttúrulega bara mjög mikill kostur ef ég væri að fara í strætó og mér langaði bara að stoppa á Skógafossi og skoða Skógafoss. Ég gæti þá bara tekið svo annan vagn eftir 2-3 tíma og þá kemist ég í Vík í Mýrdal og ég geti stoppað þar, skilju. Ekki bara
Þú getur ekki nota strætó til að skoða landi. Þetta verður líka að vera áræðanlega kostur ef þú vilt fá fleiri inn í almenningssamgöngur, þá verður það náttúrulega byggjit upp þannig að fólk sko treysti sér til þess að nota. Bara já, ég prófaði þetta daginn og ég þurfti ekki, og ég beið bara eitthvað svona 7 mínútur, ekki eitthvað, ég rétt mista vagninum og þurfti að beið hálftíman, ég gafst upp á þessu því að var eitthvað strætóskílu og það var grenjandi rigning og líka eins og þessi ferðamanna staðir eins og BSI, þú þurft að greiða til þess að komast á salernið og sko líka bara ég hef oft verið að skoða eitthvað svona hérna því ég er með bílpróf en ég er ekki, á ekki bíl en ég er að reyna að nota bara almenningssamgöngur og hef stundum verið að skoða þú veist eitthvað svona, er ekki rúta, mér langar svo að fara eitthvað svona kannski ferðast eitthvað innanlands hérna yfir helgina og þá bara er engin rúta, þetta var alltaf einsni, ég var þannig ekki fundið, þú veist einhverja rútu sem gæti bara keyrt með mig hérna til Ísafjarðar eitthvað. Nei, það voru sem sagt hvað var þetta kallað, það voru svona leyfi sveitafélögum voru með leyfi fyrir sem sagt og síðan voru fyrirtæki sem að keyptu rútur í heldum við og þeim er sem svo komast á Kirkjubæjarklaustur eitthvað svoleiðis, þá keypti maður rútu með það frá BSI í dag hérna bifreiða sem sagt hvað kannast við stendur fyrir Íslands er bara í rauninni, það er eitt einkafyrirtæki sem bara á þetta og það er svona sagt kynnisverðir sem að tilheyrir FL Group eða hvað það nú heitir í dag sem sagt fluglegar Icelandair og það allt. BSI er eiginlega núna bara fyrir erlenda ferðamenn sko, og svo getur þú tekið með strætó og ég tek strætó til dæmis þá frá Reykjanesbæ til Reykjavíkur og eins og Þórdís var að segja að það er dýrara eða jafn dýrt eins og að keyra og sumum tímum dagsins þá líður lengra á milli og aðra tíma þá styttra þannig að það er svona lítið öryggi í þessu og þetta er ekkit hvetjandi við þurfum að hafa þetta svolítið hvetjandi í staðan fyrir að það sé bara bílaröðin með einni mannesku í hverju minnsta bíl og þetta er svona það er nú langt síðan ég tók strætó og klustur ég gafst upp á þessu en þegar ég var því þá kostaði það 18 strætó með. Hvað kostar einn með í dag? Þetta er alveg, hvað, 650, 670? 650 sinni mátján, sko. Ég heyrði að strætó með eða rútu miði á Norður Akureyri kostar 13.000 eða 15.000 eitthvað slúðis, 13.000. Já, ég fór fyrir nokkrum árum og þetta var alveg held ég svipað dýrt og að greiða bara flug, mér langaði bara að prófa en þetta var alveg svo langt tíma. Flugið búið að hækka á svo mikið, sko, það er eitt sem að ég stundum segi að sko, ég held að Ísland sé eitthvað staðar í þessum málum samgöngum sé fast í 1950-60 og það var tekin ákvörðun í bæjarstjórn Reykjavíkur að þau kölluðu að dönsku leiðina en að einkabíllinn væri, ég segi bara að Reykjavík er svolítið bara Los Angeles norðursins það er einkabílar alltaf einkabílar við sjáum líka bara þegar á að gera svo loks og við þakka þú veist það að það sé allan að gert á hjólastíga, það er bara eins og göngustíga við hliðin á, þú veist það er bílaumferðin er alltaf það sem er hlaðið undir, þannig að rauninni er þú veist við erum kannski hérna 2025 en þetta er 1950 fyrir mér og það að hafa komið veg fyrir til að leggja lestir bara á Suðurlandið og það að bora jarðgöng og leggja lestir, það var komið veg fyrir þess vegna er þetta hérna, það er líka sko borgarlínan er bara flott en þú veist það er eitthvað sem búið að berjast verðin að fá í gegn það er þegar að getur vel þegar að síðan er komið okkur það bara ekki bara þú veist lest eða sporfa. Ég hef búin að hugsa þetta svo lengi sko, fyrir 40 árum bara á milli Keflavíkur og Reykjavík af hverju er ekki lestan á milli sko. Líka mann líður eins og stjórnvöld sé að treysta á að þegar borgarlína komi að þá verði komið svo magna kerfi að fólk sé bara tilbúið að selja bílinn og fara að nota borgarlínu en ef þú ætlar að fá fólk til þess að nota almenningssamgöngur þetta snýst rosa mikið traust þannig ég myndi segja að byrjunapunkturinn var að bæta kerfi sem við hefum núna með því að hlusta meira á bara strætó farþega og svona bæta út frá því sem þeir eru að benda á auðvitað veit ég að það alveg getur verið flókið að þú veist vera með forgangsakreinar og kippa því bara í liðin yfir nóttu en það er ýmislegt bara eins og
mjóttin, eins og aðstæðan, að hún sé opin jafn lengi og strætó gengur, að það sé viðeigandi salerni, að það sé aldrei svona kósí og næs að labba ánga inn, bíða. Þetta er vistlegt. Þú veist, þannig að alls konar svona hlutir sem geta ítt undir að þú svona treysti kerfinu og fáir svona gott viðmót, að það þetta leiði til þess að fleiri sé til að nota almenningssamgöngur. Ekki bara hér er einhver töfralaust, býttu bara eftir henni, þá myndu pottet vera til í þetta. Segi ég sem er samt á bílnum en fór í kynnisferð til útlanda til að kynna mér borgarlínu og með fína glærur þetta. Þetta vandið sé að þetta er alltaf út frá gróðahugsun. Sko, það græðir enginn á almenningssamgöngur. Gróðin þar er minni mengun, minna stress og þægilega líf. Já, náttúrulega bara heilmikill samfélagslegur gróði, sko, en þarf ekki að vera að telja allt í krónum og öðrum. Og þetta því þú nefndi með Keflavík, sko, ég flytt út til Barcelona og læri leikstjórn, kvikmyndaleikstjórn sem er fyrir 2003 og þá var verið að tala um að gera lest milli Reykjavíkur og Keflavíkur, en það var ofan á að tvöfalda Reykjanesbrautina og verktakinn sem var með lægsta útboðið tók við þessu, fór síðan á hausinn, þannig að þetta frestaðist ennþá meira og þá var þetta tengdafæðir mér að skuttla okkur út á flugvöll og hans skilningur á því akkur að það kem ekki lest að því að einkabíllinn var svo mikilvægur að það væri ekki hægt að gera annað. En það er alltaf bara hagsmunir. Það er einhverju aðalega sem flytja þetta inn, alveg svo heilsalega sem eru til seinni heimsstyrjöld á Íslandi sem að bara ástæðan fyrir því að helmingurinn af matvælum í Íslandi og annað er innflutt. Þetta er hagsmunir og þess vegna bara kom 200 Reykjanesbrautar og ég meina minnkaði eitthvað, fækkar eitthvað umferðarslysum eða er þetta eitthvað, þú veist, svo lokast þetta, ég meina, þú veist lestatæknin er það þróuð, þú veist, og það hún er sko, þeir skafa teinana, þú veist, ég meina það er allavega lausnin, en við viljum ekki að gera það því það er, þú veist, ekki að greiða það er ekki eins og búið að tvöfalda Reykjanesbrautina, sko og þannig að auðvitað er þetta bara hagsmunir og það er þannig í þessu öllu, þú veist, einmitt, þú veist, af hverju var ekki bara þegar að vera að niðurgreiða rafmagnsbíla, af hverju var einmitt ekki farið í það bara að niðurgreiða almenningssamgöngur í staðinn. Þessi einkabíla, þú veist, urbanismi, sko, þú veist, þess að núna eru hús í höfuðborgarsvæðinu byggð, þau eru teiknuð út í, þetta veit ég að því að Benjamin skipulagsfræðingur, þú veist, þau eru teiknuð út frá bílakjallaranum. Þetta eru kassara því að það er fyrsta sem er teiknað af bílakjallarinn og síðan kemur húsið bara ofan og þetta er bara eitthvað kubbar. Veist, hvað var arkitektúr og eitthvað fegur og notagildi og upplifun að búa í þessu? Liti. Já, til dæmis, sko. Veist, þetta er ekki eins og fungishúsin, þetta er bara eitthvað kassi, sko. En nú er bara tímanum okkar alveg að fara að ljúka og svona það sem situr eiginlega í mér eftir þessu umræður að kannski þarf bara að ráða fólk að þora að vera meira skapandi hugsun til þess að finna lausnir. Ég held að það hefur gott að því að vera lágmarkslaunum svona fyrsta hálfa árið í sínu starfi. Ég held að það er mjög góð svona jarðbind, svona veruleika svona til að tengja fólk og fatta hvert verkefni er. En annars bara býð ég spennt eftir að fylgjast með bættum skattskilum. Ég ætla að persónulega og jákvæða nótum. Það er einmitt einn punktur og ég vil líka bara skjóta hérna í 15. liðnum, sko, það tala um menntamál og bæta umhverju nemanda og kennara. Því það er ekki að standa við samninga við kennara. Nákvæmlega, heyr. Það er komin tími til. Mér heyrst fólk sem vera svolítið svartsýnt og það muni nokk tímann gerast, en þetta eru gerðir samningar. Þetta snýst einmitt bara að standa við þá. En svo er ein spurning sem ég langar að fara í sem kom bara, ég sá bara í fréttum rétt áður en kom hingað. Hvernig stendur á því að það sé verið að borga stjórnmálaflokki 240 milljónir án þess að þau séu rétt skráð. Þau eru ekki skráð sem stjórnmálasamtök heldur hvað hagsmunasamtök eða félagasamtök. Flokkur fólksins. Já, flokkur fólksins. Hvernig virkar svona lagað bara er ekkert eftirlit með að fólk þetta sé rétt gert og ef það er ekki rétt gert þá er ekki borgað út. Bara hvernig í veröldinni getur svona gerst? Það vaknar líka spurninga, geta félagasamtök boðið fram til þings? Greinilega. Og það er ekki verið að fylgja af því að það eru nokkur ár síðan að lögum var breytt þetta. Náttúrulega flokkur fólksins er ekki mikið fyrir að halda hefur ekki aðalfundi síðan hvað 2019.
Ég meina Viðreisn og Samfylkingin eru vantarlega skráðir sem stjórnmálaflokkar eða ekki. Já. Og þeim finnst ekki koma til greina að greiða þetta tilbaka líkt og öryrkjar til dæmis þurfa að gera ef að þeir fara eitthvað aðeins yfir eitthvað. Það eru sér reglur yfir öryrkja, við erum náttúrulega að passa að þeir sé ekki að svindla á kerfinu Það er mikilvægt og mergsjúga íslenska ríkið. Er þetta mögulega afleiðing þess að það hefur einmitt alls konar sem að tengist eftirliti hefur verið lagt niður? Já, mögulega. Gegnum tíðina? Mér finnst þetta bara mjög merkilega fréttir. Ég veit alveg að það er alls konar rugl í gangi en ég hef bara ekki alveg hugmyndaflug í svona þannig að þetta bara svona slær mig alltaf þegar kemur svona, hvernig er þetta hægt? Þú veist, ég get ekki gert svona, skilur. Nei, núna var einmitt í fréttum bara fyrir kosningar, sko, hverjir væri búin að skila ásreikningum og svona, ætti þetta ekki bara að vera með því í fréttum, sko? Þú veist, ef ég fæ 10 krónur aukalega greitt frá Tryggingarstofnuninni, þá er búið að skerða með mér þessar 10 krónur og svo plús þarf ég að borga skatta því. Þannig að þú veist, en svo geta sumir gert þetta eða eitthvað samtök geta gert, þú veist, ég skil ekki alveg, akkur er ekki eitthvað samræmi, akkur er ekki með betra eftirlit. Akkur var þá ekki löngu búið að pikka í flokk fólksins og segja bara, heyrðu, við stoppum greiðslunum til ykkur eða þið kippið þessu í glægin eða... Já, það hefur eðlilegt. Það þarf eitthvað að svara þessum spurningum. Það vekur bara fleiri spurningar, sko. Það verður spennandi að fylgjast allan með framhaldinu af þessu. Mér finnst þetta mjög rótið. Munið hvernig þingi kemur saman? Það er núna í lok janúar, eða ekki? Er það ekki febrúar? Snemma í febrúar, minnir það. En ég hafa þetta lok orðinu. Já, takk fyrir komuna. Það var gaman að fá okkur. Getur talað við ykkur í Allanda.